Já, velkomin aftur, við sitjum hérna eftir bræðurnir og ætlum að svona taka stöðun á pólitík. Komið mér svolítið óvart að hérna þingi verður alveg þangað til að bara vika eftir í kosningar. Já. Það eru 3 vikur eftir að þinginu. Já. Ég held að þingi minni bara sofna á leiðinni. Nei, þau kom aftur saman eftir kosningar. Já, svo komum við aftur. Já. En þessar 3 vikur sem eru núna fram að kosningum, sem athyglinni er svolítið í allavega umræðinni, farin yfir á forstakosningar. Það sjálfsögðu. Þannig ég veit ekki, ekki ætla að vera að klára eins og lagareldið og svona fyrir forstakosningar. Heldur það? Ég veit ekki hvort þeir náið því bara. Nema miklum breytingum. Það er oft sem að þau ætlar að tróða einhverju ógislegu, þá gerur það þeirra athyglinni annars þar. Þannig að síðasta vikan þarna geti verið freistandi. En Bjarkey var búin að segja eitthvað stað núna að það gæti verið að vera ekki til eilíða núna sem að leyfin vera veitt. En svo er náttúrulega auðlindagjaldið þessu sem ég manni hvort að það er komið fram, hvort að ég að breyta því, hvort að við mikið að fái Sáralítið. Það er margt í þessu frumvarpi sem er slæmt fyrir utan þetta með til eilíðar. Já. Þannig að einhverjir hafa verið hérna sem hefur fengið heimsókn verið að svona í að því að þetta hefði verið sett inn sem svona þannig allir færu að gjamma á þetta. Og svo segir, heyrðu, já, við sjáum núna að þetta voru mistök og höfum þetta 16 ár sem er raunverulega til eilíðar eins og í kvótanum í sjávarútvegi. Þetta er raunverulega úthlutað eins og ári. En ég meina, reyndin er svo að við gáfum fiskveiðiauðlindina örfáum fjölskyldum og fáum fyrir það eitthvað sáralítinn, kannski 12% af auðlindarentunni. Já. Já. Og það stefnir að óbreyttu í annað eins annað. Þú segir að það kemur eitthvað að það eru 16 ára og það kemur eitthvað svona auðlindagjald á þetta og síðan eru búin að missa tökin á þessu. Já, ég man ekki hverja hann sagði verðbúðum 2. Jú, sem að hérna. Nei, það var heldur bara niður í þingi eða eitthvað stór, ég heyrði þetta bara. Já, Jóhann Páll. Mér finnst það góð lýsing af því að þeir eru vel bara að lýsa tilfinningu þjóðar sem að býr við það að ríkisvaldið er alltaf að reka sérhagsmunina, ef við vilt kalla það, eða kapitalisma sem við vilt sprengja upp umræðina. Þá er þetta tilfinning sem fólk hefur. Já, það virkar hannig. Bæði þessi 2 mál sem við ræddum hérna undir kaflanum svona stjórnmál. Já, hryllilega mál. Já, búvörulögin og þetta lagareldi, þetta er ljót birtingamynd. Já, afhjúpar það fyrir hverja ríkisstjórnin og þar með Alþingi, af því að Alþingi er bara undir hælnum á ríkisstjórninni. Fyrir hvað að vinna. Já, en forseta umræðunar að þá fannst mér og greinlega mörgum öðrum að Halla Hrund var ekki í stuði þarna. Nei, ég held að hún sé, hún er komið fremst og það er erfitt og þá það er svolítið stökk að vera svona nýi sem enginn þekkir. Kemur inn bara eins og vorið og fersku blæri með henni, hún er ekki með sömu fortíð og Katrín eða Jón Gnarr eða meira sér Halla Tómasar en hún kemur hann inn og nýtur þess svolítið, svo allt í einu er hún komið fremst og þá bara snúa sér allir að henni og hún þarf að fá svona, og það er eitt í þessu það er meira en að segja það að fá til dæmis svona eins og fréttirnar í Mogganum hafa verið að það sé ykkur stórkostið spillingan á bakvið að það er hægt að segja svo sögu þannig að hún er að vinna hér og þar í lífinu og fólki sem hún vinnur með fer og styður hann í forsetaframboð sem ætti að vera jákvætt. Moggi stillir þessu upp að þetta sé spilling eins og þetta hafi verið plan þegar hún réð eitthvað fyrir 2 árum í Orkustofnun. Það verið planið að Guðni myndi segja af sér og þess vegna er þetta raunverulega peningar almenning sem hún er að nota til þess að byggja undir kosningabaráttu sem er bara það er ekki rétt að segja að hún hafi sagt af sér, hún var ekkert að því. Nei, Guðni sagði ekki af sér. En við sögum það báðir í taktaldi. Og fyrir svona manneskju sem er kannski ekki vön hitanum, þó að hún hafi svolítið fengið svona smjörþefin að því, hún var mjög ákveðin í því að tala fyrir frumvarpi sem lá inn í þinginu sem átt að tryggja forgang almennings og svona venjulegra fyrirtækja, ekki stóriðunar, að rafmagni. Að hún stóð í svona svolítið
hún var að fást við þessa sömu skrýmsladild sem að var að saka hann að ætla að verða einhver skömmtunarstjóri og taka sér völdin af markanum sem á alltaf að koma með bestu niðurstöðunar, ríkisingrip og bla bla bla. Þannig að hún fekk svona smá smjörþef, en það meira en að segja það fyrir venjulegt fólk að lenda í þessu, sko. Já. Ég var hugsað þegar ég fór út með hann lopa minn í morgun, sko, að þetta Mokkanum og Morgunblaðið fyrst og fremst, sko, blað sambands eldri sjálfstæðismanna. Það sko, meðalaldur áskrifandi örugglega mjög hár. Það blað útgerðarinnar fyrst og fremst. Já, nei, ég segi líka lesendahópurinn, sko. Ég að tala að ég held að sko, til dæmis fólki svona kynslóðin fyrir neðan okkur, en að börnin okkar ekkert að segja, ertu búin að sjá þetta í Mokkanum? Ég bara man ekki eftir því þó að sko öll mín börn hafi vunnið mikið við fjölmiðla. Ég man aldrei eftir að segja, herðu pabbi, ertu búin að sjá þetta í Mokkanum? Ég aldrei held ég. Það aldrei veitna ég. Enda, sko, í heildarlestri, þú varst, við vorum saman á Pressunni í gamla dag. Já. Man ekki hvernig við fórum hann inn, 89 eða eitthvað. Nei, 91. 91, þetta var svona götublað. Já. Og lesturinn á Mokkanum í dag minna heldur en lestur á Pressunni þegar við vorum þar. Og þá var pressan við litið á pressuna sem algjört jaðar fyrirbyrgði í íslensku samfélagi. Við gátum stundum náð einhverju svona slætti og einmitt orði sko talk of the town, það sem við vorum að gera. En við vorum á jaðri í samfélagsins, sko. Moggin þar, sko. Hann með veikari stöðu heldur en við vorum með þegar við vorum á pressunni. Þannig að moggin eiginlega bara grína vitni hann eins og eitthvað stofnun í íslensku samfélagi, sko. Nei, ég að segja það. Þetta hérna svona, sko, það skoðanakannanir sýna þetta líka að kjósendur Katrínar eru úr þessum hópi, sko. Og það eiginlega bara það svo fyrst og síðast, en ekki bara ekki einverðungu, en að langstæstu hluta koma hennar fylgjendur úr röðum Sjálfstæðisflokksins, af því hann stæðstur, svo Framsóknar og svo VG. Og það eru fyrst og fremst fólk sem svona 60 plus. Og sem þetta eiginlega ræktarsvæði Davíðs Oddssonar. Sem svona fjara undan. Svo það náttúrulega líka svona, ef maður sér að því að maður sér það á Facebook, maður kíkir inn á Facebook og þá sér maður fólk svona vera að merkja sig frambúðum. Og mér finnst svolítið áberandi að þeir sem að merkja sig Katrínu eru svona, það sem maður geti kallað svona elíta. Það ekki bara auðvaldið að stjórnmálaelítan heldur það svona menntaelítan og mikið af svona fólki sem í svona stjórnsýslunni svona í kringum stjórnmálin sem lifir raunverulega á því að þjóna valdastéttinni. Þau eru mjög ánægð með hana. Ég það eðlilegt kannski sem sagt að sko Vinstri græn hafa ekki verið neitt verkamannaflokkur, en þau hafa verið svona háskóla feminískir og þannig að það væri bara skárra en þau fengi ekki stuðningu þessum hópi. Sko, það nefna þetta, að því ég skoða þetta á síðan tíma, að maður getur gert þetta gennum kosningarannsóknirnar, þess að hvenar fara vinstri flokkarnir og missa, sem þú kallar svona alþýðu fylgi. Og það gerist undan með samfylkinguna, bara eiginlega upp úr aldamótum. Og þá hættir hún að sækja fylgi sitt til sko lægst launuðu stéttana í samfélaginu. Og náttúrulega þegar Jóhanna fer sem að oft hafði góða tengingu við öryrkja, kemur úr verkalýðshreyfingunni, var í verkalýðsbaráttu og ráttur og ættir til hennar líka. Heldur betur. Að svona eftir 2003, 2007 eiginlega samfélkingin engin tengsl við svona verkalýðsstétt. Nei, samfélkingin. Það gerir seinna með VG. Það gerist ekki fyrir en eftir hrun. Þannig að VG hafði meiri tengsl við, eða það var eitthvað við hvernig VG talaði sem að höfðaði meira til hagsmunabaráttu lægst settu eða með lægstu tekjurnar. Samfélkingin rofnaði þarna undan, en kannski svona 2013, 2016 þá rofnaði þetta og verður eins og þú þetta lýsa. Þetta sagt demokrataflokkin í Bandaríkjunum. Hann var alltaf stéttaflokkur, hann var flokkurinn að vinna til stétta. Nú hann sko flokkurinn að tala til stétta. Þannig að hann elítuflokkur. Og að sömuleyti máli sjá það í VG. Sko það svolítið merkilegt. Marinó Njálsson, hann skrifaði grein þetta nýja almannatryggingakerfi og bara hann hakkaði í sig, sko. Alveg kolrand, algjör misskilningur.
og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formaður Vinstri grænna og félagsmálaráðherra, hann boðaði hann til sín sem nú vel gert, sko. Vel gert. Já, og svo skrifa maður nú eftir fundin að bara ráðana skilur þetta ekki, það veit ekki hvað hann er að tala Það kemur í ljós hérna á þriðjudaginn því að Guðmundur Ingi Guðbrandsson ætlar að koma hingað og verður með hann við rauðaborðið þá kvöldið. Já. Og þess vegna er gaman að því að við ætlum að tala hérna við formennina í þessum félögum öryrkja og því að við teljum þetta að vera eitt af sko stóru málunum með það að hann fengi alveg furðulega litla umfjöldun annars þar, því miður. Það er bara hvar, sko, þetta er orðið sko fjölmiðla landslagið er þannig að það er ekkert svo margi sem er í svona fljótandi fréttum, sko. Það er Moggi sem vorum að nefna og MBL og Vísir. Rúv og Vísir. Já. Svo er það bara búið. Og heimildir rennur sér inn í svona einstökum mál. Þú fer ekki að svona... Til þess að gera þess að þú ert að lýsa, að geta verið bara að fylgja eftir málum, það þarf að hafa sko 40-50 manna ritstjórn sko, til að gera það vel. Ég veit að þú getur gert það, en ég meina þú ætlar að fylgjast með öllum málum. Öllum málum, þetta er stórmál. Þú þarf að vera með vaktir og þú þarf að vera með fréttir helgarna líka út af netinu núna, þannig að ég held þetta sé... Þetta má vera, getur verið netmiðl, þarf ekki vera að fylgja málun eftir alla daga, heldur, en ég bara, þú hefur sjálfur og við höfum báðir verið að stjórna ritstjórnum og verið sjálfur vinnandi sko við tölvunar, að þú fylgir mál eftir og lefu byrja að fylgja eftir, þá veistu svolítið mikið það, kemur vitneskja, þá var alltaf auðveldara, ef þetta er rétt hjá Marinó, sem hann búin að skrifa marga greinar og held ég að sé bara alveg óumdeildur í þessu sem hann að gera að bara segja ráðherrann skilur ekki frumvarpi sem hann að leggja fram það er bara grafalvarlegt mál ef rétt er sko. Það er málið eitt í þessu nú er þetta að fara í gegnum þing og ég heyri það að ég hef talað við til þess Ölmu Írum þetta sem er formaður ÖBÍ og þá er óttinn sagði að þetta fari gennum þingið án þess að fólk setji sig inn í þetta vegna þess að undanfarin svona 20 ár hefur því verið haldið fram að almannatryggingalögin sé svo flókin að bara skilur þetta ekki nokkuð maður nema Pétur Blöndal og hann er dáinn þannig það er eiginlega stemmingin í þinginu þannig að þetta kemur inn í þingið og það er eiginlega engin þingflokkana tekur þetta alvarlega finnst þetta eitthvað að vera voðalega flókið og engin sem tekur sig að setja sig inn í þetta og hættan er svo að þetta renni bara gennum þingið án þess að fá reynilega nokkra umræðu. Þetta var búið til án þess að fara í gegnum umræðu í þessum félögum því að þau ráðherrann kom og kynnti þetta og svo leist honum bara ekki á viðbröðin og síðan bara var frumvarpið bara búið til í ráðuneytinu. Kveikjan af þessari kröfum endurskoðun kom fyrir nokkrum árum úr samtökum atvinnulífsins að þau vorum að tala um það, völd þeirra og ég mani þegar Vili Egils var framkvæmdastjóri þar, hann var mikill áhugamaður að koma í gegn starfsgetumati og það er hvatinn af þessu að við verðum að finna einhverja leið til þess að fækka öryrkjum og þeir sem eru öryrkjar og eru í formennsku fyrir þessu félögum vita að það er ekki, raunhæf leið því að eina leiðin þegar þú ætlar að fækka öryrkjum þá bara þrengjur að því þannig að það verður hellinga fólki sem er veikt, fatlað, tímabundið eða langvarandi sem að færi enga afkomu að því að færi ekki úthlutaðar bæturnar sem á að vera öryggisnettið okkar. Þannig að það er fólk sem að fellur og heldur að öryggisnettið grípur sig, það bara lendir út af einhverjum hugmyndum sem að verða til inn í samtökum atvinnulífsins að við verðum að stoppa ásókn fólks í því að verða fátækir öryrkjar sem er bara eitthvað delluhund. Þannig að það er verið til og þingið og síðan hefur verið þessi áróður að þetta sé svo flókið og erfitt að setja sig inn í þetta sem ég held að sé ekki. Þú getur bara að tala við nokkra öryrkja ef þú til þess þingmaður, talaði við svona kannski bara 3-4 á viku í svona 3 mánuði, þá færðu svona þokkalega innsýn inn í þetta. Þú getur farið inn í reiknivélarnar og sagt, býtu ef að ég er svona og svona, hvernig er staða mín og svona. En segjum mig sem er tekjur og smátt og færðu svona sans fyrir þessu. En ég held að sé bara ég veit ekki hvaða þingmaður er sem að dunda sig við þetta sko. Með að setja sig inn í bara ótrúlegt hagsmunamál hjá svona 20.000 manns og börnum þess. Já, mjög mikið hagsmunamál vegna fátæktarinnar sem þetta fólk byrjið. Ein megin ástæða fyrir því að hér alast börn upp í fátækt er ágallin í þessu kerfi. Svo var hann að hitta á frestaði gildistökunni í 10 mánuði. Já, til þess að fjármagna aðgerðir til þess að koma kjarasamningunum í gegn.
sem er náttúrulega Það var að sem sagt fyrir ekki að hún Sólveig Anna tók þetta frá ykkur. Herðu, já. Ég er að fara annað. Já, þú ert að fara í barnaafmæli og ég bara bið að hilsa barnabörnunum þínu. Takk fyrir það. Já. En ég ætla að sitja hérna aðeins lengur og fá hérna 3 formenn, hagsmunasamtaka öryrkja, þroskahjálpar, geðhjálpar og ÖBÍ hér eftir örskamastund. Samstöðu tónleikar og söfnun fyrir Palestínu í Háskólabíói 7. maí. Framkoma Ásgeir Trausti, GTRN, Una Torfa, Ellen Kristjánsdóttir, Eyþór Gunnarsson, Systur, MC Gauti, Svala, Leiló, Pálmi Gunnarsson, Sigríður Thorlacius og Tár. Allur ágóði rennur til mannúðaraðstoðar á Gaza með hjálp Rauða krossins og UNICEF á Íslandi. Miðar á tix.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár.